Skúli Gautason fæddur í Vesturbænum í Reykjavík og hefur komið víða við. Hann einna þekktastur sem leikari og fyrir að vera tónlistarmaður í Sniglabandinu. Núna hann búsettur á Ströndum og starfar sem menningarfulltrúi Vestfjarða með starfsstöð í þróunarsetrinu á Hólmavík. Skúli, þú ert menningarfulltrúi Vestfjarða. Hvað felst í því? Mér finnst að vera svona fyrst og fremst að reyna að hvetja fólk til dáða, sko, reyna efla menningarlífið svona með því að hjálpa fólki svona ef það með einhverjar hugmyndir, sko, hvort sem að það komið langt eða skammt á veg og svona ég vil endilega vera talsmaður, sko, samstarfs og samvinnu, þannig að ég ofta að reyna að leiða saman fólk úr ólíkum geirum eða þannig verða iðulega þannig að verkefni verður miklu, sko, meira en tvöfalt stærra, sko, heldur en 2 stök verkefni, þannig að verður eitthvað spennandi úr því. Mér finnst, sko, að vera svona, já, að hvetja fólk til dáða þegar stundum fólk svona ekki alveg visst hvort að þetta sé eitthvað vit í þessu eða ekki og oft það nú þannig að það kemur ekkert í ljós fyrir maður fer á stað. Hvort það eða jafnvel þegar verkefnið búið, þá hægt að meta var eitthvað vit í þessu eða ekki. Það í mörg horn að líta þegar maður vill framkvæma, er það ekki? Jú, það og stundum það einhverjir þröskuldar í veginum sem að kannski eru bara, þröskuldar eru oft ekki nema svona háir, sko, þannig að það bara En þeir geta alveg stoppa fólk ef maður einblínir of mikið á þröskuldinni, sko. Er það ekki mjög ofta fjárhagslegu tagi, svona þröskuldar? Er það eitthvað sem þú getur hjálpað með? Já, ég sé sjóð. Það reynda 2 sjóðir sem hérna. Annar sko uppbyggingarsjóður Vestfjarða. Það svona fagráð, annars vegar í menningu, hins vegar í nýsköpun og atvinnugeiranum. Sem að leggur svona faglegt mat á allar umsóknir. Þannig að það hægt að fá svona fjárhagslegan stuðning þar. Og síðan það bara þessi móralski stuðningur sem að ég að spjalla við alls konar, bara allt mögulegt fólk á öllum tímum sólarhringsins. Já, það svoleiðis. Þetta ansið stórt svæði, Vestfirðir. Hvernig gengur að tengja þetta saman í menningarstarfi? Er það eitthvað sem hægt að gera? Sko, það náttúrulega, þetta svona smám saman að breytast. Þetta sjáum við kortið hérna, þetta svona 3 svæði. Það hérna norðursvæði, norðurfirðirnir hérna og svo suðurfirðirnir sem eru hérna og síðan Strandir og Reykhólar, sko, þetta svona 1 svæði. Þetta voru alveg 2 aðskilin svæði, svo komum við vegurinn yfir Þröskulda, þá var þetta 1 svæði og núna var daginn, þá verið að opna hérna Dýrafjarðargöngin hérna undir. Það á örugglega eftir að tengja saman, sko, breyta landsleifinu heilmikið þannig að þetta verði svona meira 1 svæði. Maður verður verulega glaður þegar það tekst vel til að efna til eitthvað samstarf á milli svæða á Vesturfjörðum einhvern veginn. Það hjálpa til að gera einhvern veginn. Gera svæði minna og samhentara. Og ég legg mikið upp á því, sko, gaman að því. Hvað kemur til að þú ert hér staddur? Þú ert ekki héðan, er það nokkuð? Nei, ég er borgarbarn, borinn og barnfæddur í Vesturbænum í Reykjavík. Hefur enda búið lengst af á Akureyri. Ég veit það ekki, það eitthvað svona landsbyggðarlubbi í mér, bara sem að mér líður miklu betur. Mér finnst gaman að vera svona á þvælingi mikið og hitta mikið af fólki og það er gaman að vera líka svona starfið þar sem að finna svolítið að maður að hjálpa til, sko, gera lífið litríkara og skemmtilegra og fjölbreyttara. En hvað það við svona litla staði sem heillandi? Mér finnst til dæmis heillandi, við erum hérna á Hólmavík, svo, og ég bý hérna rétt fyrir utan Hólmavík. Þetta var svona lengi vel hérna dálítið afskekktur staður og fólk var svolítið einangrað hérna og það sem gerist þá að fólk verður svo sjálfbjarga. Það fólk ekkert að væla, sko, yfir einhverjum smámunum og fólk bara vanti bara
það þarf að gera eitthvað bara á reddum við því og gerum það bara. Og mér finnst þetta reyndar eiga við bara Vestfirðinga alla, þeir eru mjög svona, þeir eru sjálfbjarga sko. Og það er svona, það er drift í fólki, það er hérna áhugað að gera eitthvað og mér finnst vera líka svona almennu skilningur á því sko að það þarf að vera svolítið menningarlíf til að gera bara mannlífið litríkara af því að ef það er ekki þá er þetta bara verstöðvar. Í nútímanum þykir það ekki spennandi. Það var þótti kannski smart hérna áður fyrir en nú vill fólk litríkt og skemmtilegt mannlíf. Í strjálbýlinu hafði fólk svona kannski meiri heimil til að vera sérvitringar og svona vera svona eins og það var eða er. Og listamenn hafa löngu verið kannski svona á kantinum svolítið og hérna ég held að mér finnst það bara fallegt við skulum bara þakka Guði fyrir að við erum ekki öll eins að því fjölbreytilegra sem að litur og mannlífsins því betra. Sko. En þú, ert þú eitthvað að þróa þinn innri listamann hérna? Já, ég var nú get sagt þér svona í trúnaði það er nú svona smá, ég hef gengt með smá svona rithöfundadrauma sko og svona verið að laumast til að skrifa svolítið sko en svo veit ég eitthvað kemur út úr því en svo náttúrulega hef ég starfað lengst af við leikhús sko, það var svona minn bakgrunnur í leikhúsinu og ég hef hjálpað til að fengið að leikstýra áhuga leikfélögum bæði Hólmavík og Patreksfirði og Ísafirði og óskaplega þakkláttur fyrir það og svo tónlistin hugminn allan, það er mikið tónlistarlíf víða á Vestfjörðum. Ísafjörður er mjög þekktur af gríðarlega sterkt tónlistarlíf á Ísafirði og Hólmavík er öflugur kirkjukór sem ég fæ að syngja með þegar tími gefst til og það hefur ekki verið mikið núna út af veiruskrattanum og ég saknaði svo óskaplega að fá ekki að syngja þegar það er svo gott fyrir sálina að syngja. Syngur þá ekki bara einn út í sveit? Jú, alveg. Ástöðum.